Góðan daginn, gott fólk. Þetta þarf alltaf að vera í lagi hjá okkur. Og þá getum við byrjað. Góðan daginn. Það er gott að tvítaka góða kveðju, ekki? Mjög gott. Besta kveðjan á öllum góðum kveðjum er nú umtalið og sögnin á nú Jesú okkar. Aðra betri umsögn höfum við ekki fram að færa, hvort við annað og við ættum svo sem ekkert að reyna það. En sumir vilja frekar tala eitthvað sem ekki er Jesús, en ég er ekki þar. Ég vil tala það sem er Jesús. Vegna þess að ég veit hver hann er, ég þekki hann og geti mælt með honum við alla menn og allar konur, hvar sem er og hvenær sem er. Og þetta er einmitt það sem er hlutverkið okkar þessar kristnumanna. Það er einmitt að fara þessa leið með okkur sjálf vegna þess að okkur er boðin að fara hún. En við hins vegar, vegna frjáls vilja, ráðum hvað við gerum og hvernig við snúum okkur í þessum og öðrum málum. Og ég hef valið fyrir mína parta að snúa mér til ljósins, að dýrð drottins, að því mér er boðið það. Ég hef heimild til þess, ég er frelsuð manneskja og ég er trúuð manneskja sem að allar leiðir þangað eru opnar fyrir. Og þetta er mikið þakkarefni. Þetta er mikið gæfuspor fyrir hann og hana sem að slíkan aðgang hefur. En breytir ekkit því að áfram verður maður vist manneskja. Og hvað er manneskja? Hvernig ert þú? Hvernig er ég? Við erum tilfinningafólk. Við erum auðsært fólk. Við eigum oft í vandræðum með að gera það sem er rétt og það sem réttar er. Og að því að við erum þetta og þeir sem viðurkenna þetta erum leið að viðurkenna að þeir þurfi hjálp við lífsinn. Hjálp. Ætlar þú að hjálpa mér? Það sem þú getur hjálpað mér við, já, hérna er að þú getur hvatt mig þangað sem að ég hef verið á. Staðurinn sem ég er á og hef verið á undanfarna áratugi heitir Jesús. Þú getur hvatt mig þangað og þú getur leiðbeint mér í orðinu sem hann er með og við bæði og báðir erum að læra. Annað getur þú ekki gert. Þó fegin vildir, ég sé það nú bara á þér. En okkur er ekki gefið það vald, en samt er okkur gefið vald til að mynda að vera fólki til aðstoðara hjálpar. Sumir eru það og flestir vilja það og flestir eru að einhverju leyti til hjálpar fyrir alla. En hjálp sem að fólk er ofta að biðja er ekki að gagnast í vegna þess að menn viti ekki nákvæmlega hvað ég og þú viljum. Sem er eðlilegt, við sjálf kannski vitum það ekki heldur. Og má þá ekki segja að fóki sé flest skjól. Jú, ég myndi nú halda því fram. Að fóki sé flest skjól. En það þarf ekki að verða mitt hlutskipti og þitt hlutskipti að fóki sé öll skjól. Því enn hef ég aðgang að gögnum þeim sem fræða mig allan veginn, allan leið, allt sem Jesús vill að ég þekki og viti skil á. Og þessi bók heitir Nýja testamentið, hún heitir Gamla testamentið, sem samanstendur af Nýja testamenti og Gamla testamenti. Þannig þetta eru við með heima hjá okkur við hendina og sumir duglegri öðrum við að fletta í og lesa hana og fræða sig upp úr henni. En öll eru við með sömu skilyrði til þess að fatta lærdóminn. Og skilyrðin eru heilárandi sem við fengum að gjöf þegar Drottinn mætti okkur í fyrsta skipti og við uppgötuðum að víst væri til Guð. Þannig að við erum án afsökunar að nota ekki það sem við eigum. En þarna er hjálp mín og þín vel þegin
sem liggur í að hvetja okkur áfram. Ég er oft hvattur og ég er vonandi hvatning fyrir einhvern að fara þessa leið. Ég er ekki að hvetja menn bara einhvað og ég er ekki að styðja allt sem menn er að segja og gera, aldeilis ekki, en það er mér ekki gefið það. En ég skal styðja mann og annan sem vil fara veg Drottins. Það er mér gefið, það er mér ætlað og það skal ég gera. Aðra vegi, nei, ég held ég muni ekki hvetja menn svo mjög þangað. Ég hef þetta hvet menn til þess að gera það sem er rétt. Hvað er rétt? Það er til að mynda rétt að segja frá Jesú. Það er til að mynda rétt að boða boðskapin Jesú. Sjáðu ekki hvernig trúað maður vill draga hring utan þetta nafn Jesús. Jesús, samkvæmt orði Guðs, er allt í öllu, allstaðar. Þannig að það er alveg fullkomlega eðlilegt að nafnið sé dregið fram og að nafn Drottins sé dregið fram til þessara aðgerða sem við viljum að sé. Og hvaða aðgerði viljum við sjá? Aðgerðir sem að Jesús einn stendur að því að við vitum, höfum reynt og lært, að þær allar aðgerðir munu leiða til góðs. Við sjáum að heimurinn er ekki þarna. Þess vegna er allt þetta kaos í gangi þar, glundroði allur í gangi þar, vegna þess að hann leitar ekki ráða hjá Drottni. Og hvar leitar hann á þá ráða? Hjá hvorum öðrum. Menn leita til hvors annars, ráðleggja hvorum öðrum og útkoman er þessi sem við stöndum frammi fyrir í dag. Og hvað frammi hverju stöndum við? Glundroða. Það sér hver maður. Að það er viss glundroði, það er viss upplausn í gangi vegna þess að það er engi svör. Við erum búin að byggja þetta, það er hrunið, byggjum þetta, það er hrunið og sumt við að hrynja. Þetta er það sem við erum að gera. En samt viljum við ekki horfa þanga sem að heitir Jesús vegna þess að okkur er ekki gefin þessi leið. Drottinn opnar leið fyrir einum og sérhverju sem hann vill. Og hvað vill þetta segja mér? Og hvað vill þetta vekja mér annað en endalaust þakklæti? Akkur mig? Akkur ég? Ég get ekki svarað þeirri spurningu. En ég veit bara hver ég er og hver ég stend. Ég stend vegna þess að Jesús stendur með mér. Er þetta hroki að segja þetta? Þú mátt alveg kalla þetta hroka þú vilt, ég veit ekki hvað menn kalla hroka, en þetta er nú bara sannleikurinn. Svona er þetta. Og sért þú trúarinnar manneskja sem Kristur hefur tekið að sér, þá ert þú á sama stað. Og ég hefur sama vald og ég, sama möguleika til þess að ná áttum og ég, og umfram allt, þú veist hvað þú ert með í hendi. Hvað er ég með í hendi? Trúna mína. Og er búin að vera með hana yfir 30 ár. Og ég er enn að tala um þessa trú og ég er enn að segja hvað hún er mér mikilvæg. Hún er mér allt, en þetta í dag. Er þetta hægt? Að ég geta og margir bræðrar mín og systra geta það líka. Jú, þetta er hægt. Þetta er eitthvað samt sem við verðum að gera og hefst ekki nema því við leggjum rækt við þessa hluti. Þannig að það er eitthvað leyndardómurinn í þessu, það er þessi rækt sem við þurfum að sýna verki Drottins, að því að Drottin er hér og nú, alveg svo þú ert hér og nú, þá er hann hér og nú, með verkefni handaði sem að vill að þú nemir og vitir af til að byggjast upp og verða sem líkastur honum, ekki heiminum, hann er fallinn, hann er búin að vera, hann er glundroði og kaos, eins og við vitum. Við þurfum ekki að horfa upp, þá sjáum við það allt. Hver margir segja, ég vill ekki taka þátt í þessu lengur. Það er svo sem hægt að vera kókrustur með það sem maður á. En það er ekki hægt fyrir mannesku sem hefur ekki enn verið opnuð leiðin til Jesús. Hvert á hún að fara? Hún getur ekkert farið. Hún verður bara að veltast áfram í þessari hringavitleysu, takandi þátt í umræðinu ekki neitt. Reynandi að finna lausn á einhverju sem gengur ekkert upp frekar en annað sem gert hefur verið. Þannig er lífið í heiminum. Þetta er ekkert líf.
Þetta bara glundróðin sem við vorum að tala um. Þannig að þú ert ekki með neitt í hendi þar, það ekki rétt? Hvað ertu með í hendi? Einu sinni varstu með þetta í hendi, nú er það farið. Svo fékkstu þetta í hendi og nú er það farið. Annað með kirkjuna, hún er starfandi eins og hún hefur alltaf verið. Kirkjan býr innra með mér. Og ég reyni að hlúa af orði Guðs innra með mér. Og ég veit því hvað ég hef í hendi. Ég get vanrækt það eins og allt annað, en ég hef valið að gera það ekki. Og það er hvatningi sem ég hvet þig með, að þú gerir það heldur ekki, heldur standir í þessu með þínum systurum og bræðurum á sama stað. Það getum við gert, það ættum við að vilja gera og ég get hrestið með því að margir eru þarna. Já, ótrúlega margir eru þarna. Við skulum ekki gleyma því fólki sem er þarna. Því að það er vissulega að gera góða hluti og góð verk, bara eins og þú, þegar þú ert að stússast með Kristi í þessu hinnu. Já, stússast með Kristi. Þegar þú ert að vinna Kristverk, þá viltu viss, hann er með þér, í því. Hann átti upptekin að því að þú færir. Hann á upptekin að því að ég er hér. Hann er á upptekin að því að þessi þættir fór af stað fyrir margt löngu og er enn í gangi. Hann sér að þeir séu. Það hef ég svo oft reynd. Ef ég hef eitthvað reynd að draga mig frá þessu, þá skal það vera viss passi að ég mæti sann. Þetta er svo sem ekkert uppörfandi að segja þetta, en ég veit köllunum mína, en ég er eins og þú líklega, að ég er stundum að reyna að koma mér undan henni. Þetta eru við menn, þetta eru við breskir menn, sem að hann í raun og veru getur ekkert stólað á. Þess vegna er hann með heilagan anda í mér og þér, sem etur okkur fram. Þegar við nennum ekki þessu hinnu, og það gerist oft. Ég er nokkuð vissum að ég er ekkert einn þetta. Ég held að við öll á einhverjum tímapunkti höfum upplifað þetta margsinnir, sérstaklega eftir því sem árin færast yfir. Ekki það að aldurinn hafi þar neitt að segja, ekki allavega í mínu tilviki, það getur vel verið að gera í einhverju tilviki, en oft hef ég þurft að fá ýtingu. Og ég hef nefnilega verið búin að slá þetta af og sleppa þessu núna, en samt er ég hér. Þetta er köllun á mínu lífi og ég er marg búin að sjá það og upplifa að frá kölluninni hleypur þú ekkert svo glatt. Ég held þú hlaupir bara ekkert frá þinni köllun. Ef þú hlýðir ekki kölluninni þinni, þá leggst þú náði eins og byrði og þú ert ekki rór fyrir þú komin í hana. Svona er að gera vilja Guðs, svona er að vera undir aga og vilja Guðs. Svo fyrir utan það, þá sér hann allt sem hann vill sé gert. Og af hverju? Af því að hann veit að það er gagn af því að þessi einstaklingu gerir það sem hann er kallað til að gera. Hann er að þjóna til fólks með þessu. Og þeir sem horfa og hlusta og heyra, uppörfast af, ekkert endilega því að það er þessi maður. Heldur það er þessi maður með anda Guðs í sér. Það er það sem skiptir máli. Þess vegna fáum við líka þú uppörfun sem við köllum eftir og leitum að og viljum hafa og eigum rétt á, þar að segja ef við leitum í rann drottins. Við getum auðvitað að leita hvert sem við viljum, en rann drottins er ákveðið hús. Hvað hús? Þú sjálfur ert það hús. Þú ert þetta hreyfanlega hús sem drottin er með og það hann getur verið með það hvar sem hann vill. Og hvar sem þú og ég og við viljum vera, það getur við staðsett okkur. Með allt í okkur sem við þurfum til að tala orð Guðs. Og þess vegna fóðurum við okkur hjarta okkar með ákveðnum hætti. Við lesum orð Guðs, við byggjum til drottins og það verður einhvern veginn eftir í hjartanu. Og þetta getur við notað þar sem þú ert, hér og nú. Þú þarft ekki að kveikja á neinu nema sjálfum þér. Þú þarft ekki að eiga við neitt nema að fara og vera það sem að drottin vill að þú sér. Það er allt klárt. Því hann er yfir og hann er með og hann sér að þetta gangi þannig fyrir sig að sómi sig að. Það er alltaf sómi að því sem drottin gerir. Það er ekki annars rétti á mér. Ég held þú takir undir það sem að þekkir til Krists. Kannski veitur ekki þessu athygli með þessum hætti,
En svona er þetta. Svona er Guð. Svona vinnur Guð. Svona starfar Guð. Hann hefur alltaf starfað svona og hann starfar svona eins. Og er ekki gott að skuli einhvað vera til sem aldrei hefur breyst neitt. Megin hugsun jarðarbúa utan við kirkjuna og Guð er breytingar. Fá eitthvað nýtt inn. Gera þetta öðruvísi. Svona. Og við gerum þetta einhvern veginn öðruvísi. En samt er þetta allt meira og minna hrunið. Að því verkmanna eru ekki fullkomin, verða ekki fullkomin, vegna þess að maðurinn er þannig skapaður að vera sjálf ófullkomin vera. Þetta er það sem orð Guðs kennir og segir og þú þarft ekki að kafa djúpt ofan í sjálfa þig til þess að komast að einu og öðru sem að þér eiginlega mislíkar og er kannski meinilla við að þú gerðir en gerðir stamt. Af hverju? Okkur skortir hann sem er fullkomin, sem gerir okkur fullkomna mannesku í sér. Sem sagt, ég geng með Guði, ég geng þá sem fullkomin manneskja, en ég get farið á það. Þá er ég bara orðin aftur það sem ég hef alltaf verið. Þannig að þetta getur verið hellingstreita í okkur sjálfum, en hún er þá í okkur sjálfum. Þú og ég höfum ekkert þetta að segja hvort fyrir annan. En við vorum að tala það áðan, en við getum aftur á móti verið hvatning hvort fyrir annan, í rétta átt. Og við veitum hvað rétt átt er. Við þekkjum Jesú, hann er rétta áttin. Og við hrópum eftir honum, köllum eftir honum til að fá alla þá visku sem hann á til. Og hún er mikil, hún næri yfir allt, hún tegir sig yfir allt og er allstaðar alltaf. En mitt er að vera þar sem að Kristur er til að ég sjái þessa visku og heyri þessa visku hans. Og það er það sem að keppikeplið er eftir. Þannig að við erum öll á sama bát hvað þetta varðar og öll getum við gert svipuð verk í Kristi. Það er að segja, við störfum í köllun okkar og getum ekki starfað í neitt nema köllun okkar, eigin köllun. Við getum ekki starfað þú getur ekki til að mynda starfað í minni köllun. Ég get ekki starfað í þinni köllun, en þú getur það fyrir þig og ég get það fyrir mig. Svona er verkslagi hjá Guði. En sami andi og sami Guð yfir öllu saman, þannig að verk sem hann vil birtast. Í gegnum þennan munn og í gegnum þinn munn. Þegar þú ert að tala Guðs orð bara eins og ég. Þannig það er engin munur á. Þannig virkar þetta allt saman. Þess vegna þurfum við að vera í stöðu samfélagi við lifandi Guð og rækja samfélag okkar við aðra trúa það. Og þá erum við komin á staðinn sem heitir söfnuður. Hann er staðurinn að trúuðu. Og þar þurfum við að læra ýmislegt til að linda hvort við annað og Guð gaf okkur orð sem heitir kærleikur. Hann breiðir yfir alla brest og allt saman það, þannig að þú hættir að sjá þessar lesti sem að vissulega eru, en þú er tættur að sjá, þú veist að svona bara er fólk. En það þarf ekki að breyta þér og þínu kærleika. Hann getur vaxið jafnt og þér þó hvernig sem ástandi er í kringu þig. En þú þarft að vera vakandi fyrir því að leyfa honum að vaxa. Þar tekur þú einn ábyrgð eins og alltaf áður. Ég get ekki borið ábyrgðina fyrir þig, en eins og við vorum að tala um áðan, þá get ég hvatt þig til góðra verka og dáða í Kristi. Ég vil ekki hvetja þig neitt nema í Kristi. Ég vil ekki gefa þig neinn ráð nema þau ráð sem að Kristur er með handa þér og handa mér og ráð sem að hafa gagnast mér vel og ég hef náð árangri í og með þau eru í Kristi. Þá þetta vil ég tala, á þetta vil ég benda og þetta segir Drottinn mér að benda á því ef þetta gagnast einum, gagnast á öðrum líka. Þannig vinnast sigrarnir í Jesú nafni og vissulega eru sigrar í Jesú nafni, en þeir eru allir með þessum hætti. Þannig að prjál heimsins, svör heimsins, þau gilda ekki fyrir mig í dag. Þetta roki, eins og ég var að segja þá veit ég ekki hvað menn líta á sem roka. Ég bara hef ekki hugmynduð það og mér er alveg sama.
Þetta það sem Drottinn vill segja við okkur og mér ekki saman það. Ég vil að þú og ég og við öll heyrum það sem Drottinn vill segja. Þá það blessu klukkan og tíminn líður og gerfinattaöld og allt það. Lagið sem að þessi texti kemur fyrir í, það fyrsta Eurovision-lagið okkar. Manst þú hvar þú varst þegar að fyrsta Eurovision-lagið var flutt? Ég man eftir því. Það var 1986, ekki? Jú, 1986. Og þá var minn á leiðinni til Spánar, man nú ekki hvar á Spáni, á skipi og við vorum þannig séð það nálægt landi að við gátum séð Eurovision keppnina í gegnum held í spánska sjónvarpið eða spænska sjónvarpið. Ég man eftir því að við horfðum á keppnina og hún var mjög óskýr. Sjónvarsmyndin út á sjó gat oft verið mjög óskýr, það fór eftir því bara hvar þú varst og við vorum á þeim stað að það náðist ekki sérlega vel en við sáum keppnina, ég man alltaf eftir því og ég man ekki hvernig Íslendingarnir stóðu sig en við hljótum að sé þá eins og við sáum alla keppnina en við munum að árangurinn var nú ekki sá sem við væntum og árangur íslenskara eða söngvakeppnis fólks hefur ennþá ekki verið neitt sérlega góður. En það allt í lagi að taka þátt í þessari keppni. Hún gefur þess að geta tónlistafólki færi á að spreyta sig og fá eitthvað pening í vasan fyrir vikið og það allt í lagi því að tónlistamenn og aðri listamenn oft nú ekki ríkasta fólkið í öllum heiminum. Sumir eru það sennilega heppna fólkið þarna megin. En ég veit ekki hvort að þetta fólk í Krist, en örugglega á einhvað af þessu fólki Krist og það hafa nú lög í Eurovision keppt sem að voru nú bara trúarleg lög. Man nú ekki alveg núna hvaða lög þetta eru en þetta voru, svo kom í ljós að voru bara trúarleg lög þannig að þessi keppni hvorki verið betri en einhver önnur keppni og ég sjálfur sér hef enga skoðun á henni en finnst allt í lagi að hún sé og finnst allt í lagi að Íslendingar taki þátt í henni eins og mörgum öðrum keppnum sem eru í gangi og við erum þáttakendur í, það ekkert það að segja. En það ekki þema þessa þáttar, Eurovision, það heldur það orð Guðs og orð Guðs mér kært og hefur verið alveg frá því að ég kynntist Kristi fyrst og ég hef verið vakinn og sofinn við þetta verkefni til dagsins í dag og enn við þetta verkefni á miklu fullu og ég hef alltaf verið. Það verið ekkert breyst. Fyrsta verkið sem ég gera á morgnana að hella mér á könnuna og svo fer ég eitthvað að sýsla við orðið. Þannig hefur þetta verið. Og ég stundum skrifa auðvitað eitthvað annað en oft það orðið sem ég helli mig beint í. Þetta það sem ég vill gera. Þetta mín ær og kýr í dag, það orð Guðs. Það Jesús upprisin og krossfestur og upprisin, hann vakir og lifir í okkur sem eigum hann til. Já, svona útbjóðan dæmið. Hann lifir í mér og segir mér að lifa í sér. Ég hef val það. Hann velur mig en ég að velja hann? Já, ég gerði það núna. Hef ég gert það alltaf? Já, var ekki hrókið að segja að ég hef alltaf gert það? Jú, ég held ég nú alltaf gert það, en mismunandi við kannski ákveðin í. En þetta málið, þú verður að velja Krist á hverjum degi. Drotti, hér ég, og hvað gerist? Hann kemur og fylgir þér með sér. Að hann vill hafa þig með sér, hjá sér. Hann vil að þú sért með honum í öllum hans verkum. Bara eins og góður faðir sem elskar drengi sín og telpuna sína vil gera. Það ekki? Kristur svona. Það gott að sjá hann svona. Sem þennan alltumlíkjandi faðir sem virkilega ann sínu fólki. Og ég get sagt þér það, eftir þessi 30 ár, rúm 30 ár, ég umvafin af honum, kærleika hans. Hann sýnir mér aftur og aftur þennan kærleika sinn enn þetta í dag. Hefur alltaf gert með reglulegu millibili.
Hann er hinn sami. Ég er búin að þekkja hann í yfir 30 ár. Og ég hef aldrei reynt hann af neinunum sama. Þessum kærleika, þessari vináttu, þessu hlýja viðmóti. Hann er ekki bendandi fingur, hann er ekki ámeinandi Guð. Ég þekki hann ekki þannig, það getur vel verið að þú þekkir hann þannig, en ég þekki hann ekki þannig. Ég mæti honum alltaf bara sem þessu blíða viðmóti. Ég þekki hann ekkit af neinu öðru, nema þessu. Og auðvitað hefur þetta haft áhrif á mann að maður heldur í hann, því að maður hefur ekkert nema hann. Í dag er það þannig að ég raun og veru þá hefur maður ekkert nema hann. Og auðvitað þetta trúaða fólk sem maður umgengs og er í kringum. Það eru mitt fólk í dag. Og hefur verið reyndar alveg síðan ég eignaðist Krist fyrst og hefur þetta trúaða fólk verið manns fólk leið. Þetta er það sem Kristur vill. Á biblíumáli heitir þetta aðskilnaður. Þessi bráðnauðsynlegi aðskilnaður sem þarf að verða, en ég vel hvort verði. Ég vil að hann sé. Ég vil að hann sé uppi, sé í gangi, sé með mér, gangi með mér, sé í mér og hluti af mér. Sjá ekki að við veljum þetta allt sjálf. Hvað valdið þú í dag? Ég veit ekkert um það. En ég er hér til að hvetja þig til að gera Kristi einhverju skil. Ég veit þú vilt að því hjarta hrópar eftir því þessu samfélagi við hann. Gerðu það. Hafur eitthvað verið að draga lappirnar, gerðu það. Hætt að draga lappirnar og farði í þetta verk. Hvað vill Kristur og það gerir? Hefurðu spurt hann? Þú segist ekki vita það. Spurðu hann þá, ef þú veist það ekki. Og hann mun sýna þér það. Hann mun segja þér og meira. Hann mun segja þér allt hvernig þú átt að gera það. Það er mín reynsla. Allt sem ég hef gert í Kristi hefur Drottinn alltaf sýnt mér áður en ég byrja hvernig ná að líta út. Þannig hann er allt í öllu. Þetta er mín reynsla af honum. Og ég hef ekkert einhvern engarétt á leiðsögn frá honum. Við erum öll undir sama hatti hvað þetta varðar. Og þetta er reynsla okkar allra. Munum það. Sem að erum sanngjarnir í garð Krist. Og það skulum við vera. Við skulum vera sanngjarnir í garð hans. Því hann er verður alls sanngirnis. Hann er sanngirnin sjálfur. Já, hann er sanngirnin sjálfur. Við höfum að líkjast eftir honum. Líka eftir honum. Að öllu leyti. Og alltaf. Hvað erum við ávinna okkur með því? Gæfuspor. 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 Og lífið verður eitt allsherjar gæfuspor hjá okkur. Er það reynslan? Mín? Já, ég get nú alveg tekið undir það að reynsla mín í Kristi hefur verið gæfuspor. En ég náttúrulega er eins og þú, ég er manneskja og seiflast til eins og þú með sumt og ég hef verið þar. Ég held að engi maður slepp undan því en svona ef við horfum fram hjá þessu og vælinu og vílinu þá sé ég, jú, þetta hefur bara verið svona gæfuspor að ganga. Akkurju? Það er alveg fullkomin skýring til á því. Þú sem fylgir Kristið ert þarna. En þú heldur áfram að vera þessi veiklundaða manneskja. Er það akkilísarhæll? Er það akkilísarhæll að vera það sem maður er og er skapaður til að vera? Ég held ekki, en svona erum við. En við höfum leið, við höfum orð Guðs, við höfum hvort annað, við höfum Krist sem að tala til okkar öllum stundu hvar sem við erum. Við þurfum engar sérstakar aðstæða til að hann tali við okkur. Hann bara talar hér og nú. Og hann talar hér og nú og svo getum við hrópað eftir meira ef við viljum og við fáum það. Þá erum við konur út í bænina. Biðjið og ég mun veituður, já, og þið munu fá eitthvað í þeim dúr. Og sum bæn er bara með okkur. Sum bæn sem Kristur við beðið er með okkur, eins og hann muni vel fyrir sjá. Við þurfum í raun og veru ekkert að biðja um þetta. Þessi bæn bara fylgir okkur frá honum sjálfum. En að því að við erum svo mikið efasemda fólk og erum svo gjörn á að grípa til áhugna, þá lifur hann okkur að biðja þessa bæn til sín. En þó við bæðum hann ekki, því ég veit að við gerum, að þá værum við samt með allsnægtir. En hann gefur okkur þessa leið vegna efans í okkur sjálfum.
Já, við erum bara tilfinningafólk með alls konar hugsanir uppi sem við eigum erfitt með að stjórna og stýra og flestir eru nú þar. En svo horfum við yfir þetta allt saman eins og vorum að tala um áðan og segjum, jú, þetta hefur verið gæfu ganga með Kristi. Ég fer aldrei ofan að því að þetta er búin að vera ein allsherra gæfu ganga. En hefur ekkert með þennan gamla að segja hvað hitt varðar. Það verður alltaf sennilega bara í svipuðu fari og það verður alltaf verið, ég sé ekkert annað. Ég er búin að vera í kristins, ég var að segja í 30 ár og auðvitað hefur margt áunnist og margt er ekki lengur að hrella. En samt er fullt sem er ennþá verið að hrella mann. Og þar er ég ekki einn, þar eru við öll. Samt geti sagt og segja fullum fetum og í fullum sannleika, víst hefur þetta verið gæfu ganga. Og ekkert nema gæfu ganga. Þetta er það sem ég vil bjóða þér að hlusta á. Því að þetta á líka við þig, ef það á við mig, þá á þetta líka við þig. Eins og allt annað í Kristi, það gildir ekki fyrir einhvern einn trúaðan. Það gildir fyrir okkur öll sem trúaðar manneskjur. Hann er vissulega einstaklingsmiðaður Guð og köllunin er einstök og hún fylgir mér. En köllun mín er samt ekkert algjörlega og skjön við allt sem þú þekkir. Hún er bara inn í þessum pakka sem heitir orð Guðs. Og þú veist í hvernig köllunin er að því þú þekkir vel orð Guðs. Og þín köllun starfar út frá orði Guðs. Þannig að Drottinn setur í okkur hungur til að nema og fræðast upp úr sínu orði. Og það verður aldrei neitt öðruvísi. Orðið er það sem heldur utan kristinn mann. Orðið er kærleikur Guðs og ekkert minna heldur það. Og kærleikurinn heldur utan allt sem er Guðs í okkur. Við höfum reynt þetta svo oft. En við erum kannski svo upptekið við eitthvað annað að við svona setjum teppi yfir þennan sannleika. Eins og við vorum að segja, við erum svo miklir tilfinningaverur. Við erum svo gjörn á að leyfa einhverju öðru að koma stað. Og það er eðlilegt. Þú ert í umhverfi kannski sem er aldeilis ekki guðlegt umhverfi. Og þú ert þó bara að leyfa sjálfum þér og sjálfur að vera í þessari hringiðu sem er í raun ekki að gera neitt. Hefur engin svör. Allt laust í reipunum og hvergi haldreipi til þess að halda í sem við getum sagt að sé alvöru haldreipi. Allt og fljúandi ferð. Fram og tilbaka. Þannig er ekki þegar þú ert komið til Krist. Þú ertu með eitthvað naglfast. Eitthvað sem þú veist að er heldur og verður áfram eitthvað sem þú getur gripið í og hangið í þess vegna. Og þú dregst þá með en verður ekki viðskilja við kristna hópin. Þú dregst með og svo á einum stað þá rist á fætur og gengur með. Þetta er svona gangan hjá okkur. En svo segjum við eftir á 30-40 árum seinna eða hvað sem það er. Jú, þetta hefur verið gæfu spora ganga. Og þú ert að segja satt. Því það er það sem er hlutskipti þitt. Okkar þessara trúuðu manna. Þessna er svo mikilvægt að við vitum eitt og annað hvað okkur sjálfa varðar sem er þessa sveiflur í okkur. Ég er búin að sjá það og er því miður að hryggja sjálfa með vara. Ég sé ekki annað að þetta fylgja okkur svo lengi sem við lifum. Já, mér finnst, þó að margt hafi áunnist og margt sé orðið í nokkuð fínu lagi og allt saman það, þá bara bætist við. Þegar lífið heldur áfram. Þú ert í þessum heimi eins og hann er og hann er eins og hann er. Hann er ekkert góður. Hann er vondur, hann er illur, hann vill illt. En þú mátt ekki vera það. Þannig þú reynir að frambera það góða sem þú átt í Kristi og þú gerir það. Og er því sárasmisli inn í þennan villta og trillta heim. En hann er heldur áfram að vera þetta. En Drottinn er að svipast í hópnum og alltaf tínir hann einn og einn út sem verður þó bara þér við hlið og þess vegna samstast maður þinn þegar í fyllingu tíma. Drottinn er ekkert ómögulegt. Þú sér þennan mann, hann er í ranni Guðs. Einu sinni var það ekki. Af hverju? Að því Drottinn miskunnaði sig yfir hann. Hann sveipaði, skimaði yfir hópin. Hann er konni, ég ætla að taka hann. Og hann skimar enn hópin og sér
Láru eða Gunnu eða Möggu eða einhvern annan og ég ætla að taka þetta fólk. Svona gerir hann. Og viti menn, allt í einu þetta fólk komið til mér til sitt hvora handar og að tala svipað mál og ég að flytja, segja sinn vitnisburð dýrðina sem það á í Kristi. Nýtt komið fram, nýtt orðið til. Og því verður sléttara sama þetta brölt í heiminum, sem hefur engin svör, ekkert nema glundroði og upplaust. Þetta í dag og annað á morgun, eitt hrunið og þá annað rís. Og það mun falla líka, hvenær veit ég ekki, en það mun falla, eins og allan verkmannana falla. En það sem stendur eftir kirkjan og veistu af hverju. Maður kom ekki nálægt uppbyggingu og gerð kirkjuna. Þess vegna stendur hún. Og yfir kirkjunu vakir Jesús sem lifir eilíflega. Gerði verk sem hann fylgir sjálfur eftir að sé áfram eins og hann setti það niður. Hann leyfir engum að hrófla einunni neinu í sínu ranni. Ef hann myndi leyfa það, þá er löngu búið að rústa kirkjunu því að það er alveg ljóst. Og hver getur séð kirkjuna liggja á hliðinu í rústum? Það er ekki hægt. Það er algjörlega útilokað vegna þess að Kristur sjálfur er yfir. Mín verk geta alveg legið í rústum og liggja sjálfsagt einhver í rústum, ég veit það ekki. En ekki það sem Kristur hefur gert. Og ekki heldur það sem Kristur hefur gert í mér. Það er ennþá ferskt og fallegt og sívirt að góðu einu. Þetta er Kristus sem ég er að tala með þig og þennan Krist getur þú eignast hér og nú. Þetta er einhvað sem að þú ættir að svipast eftir, hrópa eftir að fá. Og þú, frekan ég, verður ekki fyrir neinum vonbrigðum. Kristur er góður. Hvað getur þú sagt í heiminum að sé gott? Sumar manneskjur eru ágætis fólk. Það er ekkert verið að tala neitt það. En sumar manneskjur eru það ekki. Við veitum allt þetta. Og sumar manneskjur í ranni Guðs eru mislindar manneskjur. En munur mikill þar vegna þess að það á þá heilagan anda í sér. Alveg svo ég. Og það gæti því þess vegna sagt, mín ganga hefur verið, góð ganga. Hnökralaus ganga. En það segir ekkert það hvernig manneskjan er og hvað hún hefur þurft að glíma við. Stundum mistur sig og sagði og gæti orða allt saman það. En gangan í heild sinni er samt góð að því að þrátt fyrir allt þetta þá var hjartað alltaf rétt tengt við Guð og hann horfir á hjartað. Menn verða að skilja þetta, hann horfir á hjartað. Ekki það sem ég er að gera að segja, hann horfir á hjartað og hvað sér hann? Trú mína til sín. Þar metur hann trúna mín á hvaða stað hún er og ef hún er eitthvað riðlast til þar, þá er næsta víst, hann tekur á því máli og kemur mér þá á þann stað þar sem sýnin á drottinu verður bara hrein og bein. Þetta er styrkur minn og segðu þetta með minn, þetta er styrkur minn því að þetta er það sem við eigum að vilja, þetta er það sem við eigum að þrá og hrópa eftir. Það er smá tíma en þetta líður hratt maður og gervináttuöld. Það er gervináttuöld í dag, gerviöld. Á sumpart er þetta nú gerviöld. En við viljum nú ekki viðurkenna það. En kirkjan er ekki gervi, hún er ekkit feik, hún er ekta og verður áfram ekta því við eigum hann sem er ekta. Kom hingað ekta, hvarf hérðan ekta og er ekta í dag sem hinn uppreisni drottna. Lifandi Guð, Jesús. Við höfum að elska hann. Við höfum að verða hann og við höfum umfram alltaf að vilja þjóna honum því okkur er gefið að þjóna honum. En við segjum og metum það hvort við viljum þjóna honum sem er allt annað mál. En ekki að segja þetta bara gott núna og Konráð kveður og við kenni það, alltaf kenni hann að koma og ég held ég segi þetta orðið í hvert skipti. Þannig þetta er alveg gæi. En ég kveð og við höldum þessu áfram því ég veit að drottin tosar mig þá á staðinn ef annað gengur ekki. Amen.